og þá það 7. liður, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég spáði hvort að forseti vilji taka stutt hlé þannig að menn geti fengið sér kaffisúpa. Árum byrja. Nei, jæja. Þá hef ég bara lesturinn. Þetta tekur alltaf 5 mínútur hjá mér. Ég skal lofa að ég verð ekki lengur. Það enda svolítið síðan ég var hérna síðast. Ég búinn að missa af allavega einum bæjarstjórnarfundi og svo hafa komið páskar þarna inn í og svo framvegis. En síðasti bæjarstjórnarfundur sem ég var á var 21. mars síðastliðinn og ég til vera að afsaka að ég hleyp bara í gegnum þetta og mun kannski ekki skýra sum mál til hlítar. Við höfum verið að vinna í samningum við vinir Hlíðarfjalls varðandi skíðalyftuna. Boltinn í augnablikinu hjá okkur. Við erum að fara yfir ákveðnar athugasemdir sem hafa komið frá vinum Hlíðarfjalls en samningar ganga bara vel. Þannig að vonandi tekst okkur að klára það bara sem allra fyrst. Þetta svona tæknilega atriði sem við erum að reyna að útkljá núna en boltinn í augnablikinu hjá okkur. Við erum búin að henda nú á milli okkar nokkrum sinnum. Það hafa verið fundir í almannavarnanefnd sem ekkert svo sem hættulegt. Það bara til að láta ykkur vita því að við hittumst orðið reglulega, miklu oftar og reglulegar heldur en við gerðum hér áður og lögreglustjóri mjög duglegur að kalla okkur saman. Aðeins að segja ykkur frá því að einmitt í mars, í lok mars þá hitti ég fjármálaráðherra var hér á ferðinni og við áttum ágætis spjall. Ég fikk þar tækifæri til þess að koma meðal hans að þessu með öldrunarmálin. Ég var ekki að koma upp undir öldrunarmálum til þess að minnast á það en ég hnykkti á þessum öldrunarmálum við hann. Það mjög nauðsynlegt að hafa öll ráðuneyti með, ekki bara velferðarráðuneyti. Þetta alltaf, ég hef fullan skilning á því þó að þið yfirgefið salnum sem eru þarna. Þetta engin móðgun við bæjarstjóra. Síðan það málefni listasafnsins. Það náttúrulega heilmikil vinna í gangi varðandi listasafni. Ég þarf svo sem ekki að rekja það eitthvað í smáatriðum hér en það hafa komið inn 2 tilboð og nú verið að vinna í þeim tilboðum og svo vinna bara í gangi. Ég hef aðeins komið að þeirri vinnu og bara til þess að segja frá því hér. Við höfum verið að fá heimsóknir frá ég hef alltaf sagt frá því hérna í pontu að við erum alltaf að fá sendinefndir frá erlendum ríkjum. Nýr sendir að Kanada kom hingað, fulltrúar frá bandaríska sendiráðinu komu hingað og já, ég held að það hefur verið að eina sem ég allavega man í augnablikinu. Ég ætla að vona ég sé ekki móðgan neitt, ég sé að gleyma einhverjum. Það svona þegar maður byrjar að telja það svona upp. Svo það þarna með menntamálin. Ég satt menntastefnu Brekkuskóla 29. mars og svo var stóra upplestarkeppnin þar líka. Gaman að segja alltaf frá því líka varðandi stóru upplestarkeppnina. Við höfum alveg gríðarlega öflugt og flotta krakka sem að taka þátt í þessari upplestarkeppni og aldrei hnykkt og oft á því að hvað lestur skiptir ofboðslega miklu máli og þessi krakkar eiga svo sannarlega fyrir að standa sig vel í að treysti því í námi og í lífunni í framtíðinni. Flotti krakkar og margir sem hafa tekið þátt einmitt í þessu verkefni. Það er gott að minnast á það. Og ég undirrita samning fyrir okkar hönd varðandi hjallastefnuna. Þannig að það búið að tryggja hans samning til áfram til nokkur ára. Nú man ég ekki hversu langur samningurinn en allavega það ekki til 5 ára. 5 ára, já. Og síðan höfum við verið að ræða við bæði búfesti og hér var líka fundur sem ég reyndar satt ekki með fulltrúum frá Alþýðusambandi Íslands varðandi húsnæðismál. Þannig að það eru umræður í gangi varðandi uppbyggingun í húsnæðismálum. Þið þekki svo umræðana og íbúarnir líka varðandi aðalskipulagið. Svo vinna í gangi og það var hér kynningafundur og við höfum verið að vinna í eftirvinnu í framhaldi af þeim kynningafundi. Og svo vinna bara í fullum gangi aðalskipulagið og ég skora bæði íbúa og þetta bæjarfulltrúa og alla að fylgjast vel með auglýsingum aðalskipulagið. Það mikil vinna sem meðal annars er komið inn á borð til mín svona aðeins til þess að fylgja eftir hluta sem tengjast aðalskipulaginu. Ég kom hérna á varðandi moltu, það var aðalfundur moltu var haldinn, þannig að við erum búin að breyta fyrirkomulaginu á moltu, þannig að það er bara orðið staðfest að þetta er ekki breyta fyrirkomulaginu á moltu heldur flokkun og aðkomu flokkunar að moltu, svo ég rugli ykkur nú ekki alveg í rýminu. Ég rugla svolítið sjálfur á þessu með moltu og flokkun, en það er samt sko varðandi moltu að nú erum við sem sagt sveitarstjórarnir orðnir sem sagt stjórnarmenn sem sagt hjá flokkun og svo komið ný stjórn hjá moltu.
Og síðan er í gangi þessi stefnumótun að vinna varandi íþróttastefnuna og sá sem hefur verið að vinna hana, hann kom meðal hans og fundaði með mér. Sá sem er að taka viðtöl við aðila varandi íþróttastefnuna, þannig að íþróttastefnuna er í fullir vinnslu. Og síðan þetta hefðbundna hérna í kringum páska. Ég er ekkert að fara í gegnum það en þú gaman að segja þetta alltaf bara frá því að þessi hefðbundna vorkoma Akureyrarstofu var haldin, þar sem meðal annars voru veittar viðurkenningar og bæjarlistamaður fékk samning. Og Árni Þór sendiherra á Norðurslóða kom hér og hér var náttúrulega opnuð formlega ný skrifstofa sem ég get aldrei muna alveg nákvæmlega nafnið á því það er svo óbúslega langt. Það er Alþjóða vísindastofnunin sem er með skrifstofu hér á Akureyri. Ég fór ekki alveg rétt með þetta. IASC heitir hún víst upp á útlenskuna. Og í gær var síðan aðalfundur íslenskra verðbréfa. Ég satt hann alltaf bara sem stjórnarmaður eða stjórnarformaður Lífeyrissjóðsins. Við eigum þar hérna hlut og bara segja frá því að rekstur íslenska verðbréfa gengur vel og sem er mjög mikilvægt fyrir okkur, þá ekki vegna þess að við eigum þar hlut, heldur bara að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrirtæki hérna í samfélaginu. Þetta er öflugasta fjármálafyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins sem er á þessu sviði og því mikilvægt að við svona reynum að halda vörð okkar um svona starfsemi líka, þó að bankastarfsemi eða fjármálastarfsemi sé nú ekki alltaf vinsæl, þá eru gríðarlega verðmætt störf í þessu fyrirtæki. Og í morgun þá gengum við frá undirritun á nýjum samningi við tónræktina og svo núna rétt fyrir bæjarstjórnarfund þá var haldið formúlu upp á 190 ára afmæli Amtsbókasafnsins og ég ávarpa það bara fyrir okkar hönd þar. Þannig að þetta var nú allt sem ég ætlaði að fara í gegnum. Gleyma náttúrulega fullt af hlutum hérna eða sleppist. Þannig að þetta var svona fyrir utan svona þetta hefðbundna rekstur sem var bara sinna dagsdaglega sjálfsögðu og svo viðtöl við bæjarbúa og gesti sem maður þarf að taka reglulega. Og ef bæjarfulltrúar eru með einhverja fyrirspurnir eins og venjulega þá bara tökum við þær undir liðnum önnur mál í bæjarráði. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu. Þá í lokin vil ég benda á eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslu fundur byggingafulltrúa 7. apríl 2017, bæjarráðs 7. og 19. apríl, frístundaráðs 7. apríl, kjarasamningsnefnd 7. apríl, skipulagsráð 12. apríl, stjórn Akureyrarstofu 7. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð 7. apríl og velferðarráð 5. apríl. Hægt er að nálgast fundargerðir á heimasíðu bæjarins. Minni bæjarfulltrúa og þá sem eru að fylgjast með þessari útsendingu að næsti bæjarstjórnarfundur er 2. maí, næsta þriðjudag og segjum þessu fundi slitið klukkan 20:30.